Þetta eins og við vorum með í verklega tímanum áðan, þá notum við þessa formúlu fyrir gáruspennuna, stöðlinn 12. Þá hefur þéttirinn dálítið langan tíma hérna til þess að afhlaðast og við búumst við meiri gáruspennu þar, þess vegna er stöðullinn 12. En stöðullinn verður bara 6, hann verður helmingi lægri þegar við erum með heilbylgjuafrið. Þá hefur þéttirinn styttri tíma. Við sjáum hérna í formúlublaðinu, þá sjáum við hérna að þegar við komum með 4 díóður, sem er brúafriðil, þá er stöðullinn í U-gáru, spennuformúlunni, þá er stöðullinn ekki lengur 12, heldur hann komið niður í 6. Hérna. 6 er straumurinn í milliamperum, deilt með stærð þéttisins í mikrofaratum. Þetta er alveg sama formúlan nema stöðullinn breytist. Og þá sjáum við hvernig myndin breytist líka, að þá höfum við hérna díóð 1 og 2, þær gefa okkur jákvæða spennu fyrst hérna, þegar spennan er jákvæð frá spennugjafanum, síðan verður spennan neikvæð í reiðbylgjunni, en þá hættir díóð 1 og 2 að leiða, en díóð 3 og 4 fyrir að leiða hérna. Og þannig að þess vegna fáum við aftur jákvæða, þannig að við fáum helmingi oftar jákvæða púlsa heldur en í hálfbylgjuafriðinni, þegar við erum með eina díóðu. Og þess vegna verður líka gáruspennan lægri. Þess vegna verður margfaldara stöðullinn helmingi lægri, 6, ekki 12, heldur 6. Og þess vegna verður gáruspennan minni, bæði útreiknuð og mæld. Svo að hérna, þá skoðum við, þetta er brúafriðil með 4 díóðum, við tengjum þetta í næsta tíma á föstudaginn. Og þá leiða samtímis díóð 1 og 2, skoðum það hérna á næstu myndum. Það eru hérna einhvers staðar myndir með það. Það er sennilega sýnt. Hérna, já. Líka bara venjulega, var ekki venjulega mynd að þessu? Nei. Hvernig það er leiða. Það er hérna fyrir framan, þá erum við með, já, það var frekar þessi hérna sem að sýndi það. Sko þarna er búið að bara snúa díóðunum með öðrum hætti, teikna þetta öðruvísi upp. Að þarna er sýnt að díóð 1 og díóð 2 eru í leiðinni. En hins vegar, ef við erum að teikna upp og notum þessa brú hérna, þá getum við alveg teiknað inn á þessa mynd líka. Hvenær, hérna, þetta er svona sönn af innmáta brútengingarinnar. En þá hérna getum við sýnt fram á það, bara teiknum inn á þetta. Tökum, það eru 2 díóður sem leiða alltaf í senn. Þegar það er jákvæð spenna hérna, reyna að teikna bara hérna inn á. Við erum með plús hérna frá spennugjafanum, þegar það er jákvæð spenna í reiðbylgjunni. Þá kemur straumurinn hérna í gegnum díóðu 1, í gegnum álagsmálstöðuna og svo fyrir hann auðvitaðstu leið tilbaka gegnum díóðu 2 og þessu leið hérna. Nú ef að spennan verður síðan þegar ekki lengur jákvæð spenna í reiðbylgjunni, svo breytir spennan niður í neikvæða spennu hérna, þá loka díóð 1 og díóð 2. Já, ok, ég ætla að teikna inn á við hérna líka strauminn hvernig hann fer gegnum hérna díóð 1 og gegnum álagið og díóð 2 og tilbaka hérna í spennugjafann. Þetta er alveg sama, hérna gerist það hér. Svona, straumur fer inn hérna, ok. Ég ætla að breyta lit, förum í hérna. Þegar spennan verður neikvæð, þá
þá myndast plús hérna neðanverðu, spenna verður mínus þar sem var plús og þá straumurinn hérna, hann fer ekki í gegnum D2 heldur fer það hérna í gegnum D3 þessa leið gegnum álagið, sömu átt í gegnum álagið, þess vegna fáum við alltaf sama spennufallið sem sagt, það verður jákvæð spenna, sömu spennupólurina getum við eitthvað sagt og þá fer straumurinn þessa leið hérna í gegnum spennugjafann. Spennugjafinn knýr strauminn í þessa átt hérna. Frá rauninni þegar að þessi verður neikvæð þá fer straumurinn í þessa átt hérna gegnum díóð 3 og 4 þegar spenna verður neikvæð frá spennugjafann. Þá verður þetta svona. Það er neikvæð hérna ofanverðu. Og þá verður jákvæð neðanverðu, þá fer straumurinn gegnum díóð 3 og díóð 4. Svo teiknum það inn á þessa mynd hérna. Ok, þá fer straumurinn hérna í gegnum D3, þá förum við hérna frá, þegar það verður mínus hérna og plús hérna, áður var það öfugt. Það var plús og áverðu og þá fer straumurinn hérna gegnum D3 og sömu átt í gegnum álagið, þessa leið hérna og svo í gegnum D4 og hérna út. Þannig að þessi mynd hérna, hún er bara aðeins sýnd öðruvísi og ef við teiknum hring utan þær díóðar sem eru lokaðar þá er það díóð 1. Hún er lokuð, sem við teiknum hérna strik yfir og díóð 2 lokuð. Því að þær eru bakspenntar, þegar spennan er sem sagt neikvæð hlutanum. Við teiknum þetta svona að það er þessi hluti hérna af reiðspennunni, þá leiða díóða 3 og 4 svona, en 1 og 2 þegar við erum með jákvæða spennu. Já. Hvernig er það? Vissuð þetta allt saman fyrirfram? Eða hvað? Það kemur ekkert á óvart. Þetta er alveg svona, alveg eins og að drekka vatn, eða ekki? Borðleggjandi. Alveg borðleggjandi, já. Það er frábært. Þá erum við búin að afgreiða það. Hvernig að afreiðisbrúin vinnur. Það er alltaf 2 og 2 díóður sem að leiða samtímis. Þess vegna notum við alltaf 2 díóða spennuföll í útreikninga þegar við erum með brúafreiðun, sem sagt 4 díóður í rásinni. Við þá í formúlunni hérna fyrir til dæmis, sjáum við svo þessa hér, formúlu U með max, kannski get ég, já, þá sjáum við hérna að það er U max mínus hálf U-gáru spenna og svo drögum við frá 2 díóðaspennuföll, 2 sinnum UD, 2 sinnum 0,7 volt, vegna þess að það eru 2 díóðarnar sem að leiða samtímis. Já, og þá er bara, væri flott að reyna að taka bara dæmi í sambandi við þetta með sem sagt svona brúafreiðum og það er þá gefin einhver árastraumur og svo framvegis og svo finna bara eitthvað gott dæmi til þess að reikna. Þannig að í þessu dæmi hérna, já, það er bara fyrr. Ok, ég ætla að festa þetta hérna. Þetta er rásinn. Og já, þá sjáum við þessa hérna og já, hún er aðeins ofan hérna.
og hér. Nú setjum við upplýsingarnar inn á þessa. Hérna eru upplýsingarnar. Þetta eru fyrirmælin. Við erum með hérna tæki, já, hérna tæki sem tekur 410 milliampera straum gert fyrir 30 volta jafnspennu. Þá þurfum við að merkja jafnspennuna. Það er þetta tæki hérna, þetta er áleiðið, þetta tækið. Það er 30 volt. Þannig að við með, já, ég vil teikna hérna, eða skrifa hérna inn á. Þetta er 30 volt. Og straumurinn í, það er 410 milliampere. Já, 410 milliampere. Stærð þéttisins er 1200 mikrofarad. Svona, þá tekjum við rásinn aftur, spennugjafinn, spennumælir, 4 díóðir og passaðu ykkur að þessi tenging hérna fer alla leið hingað, þess að hún sker þessa hér og tengist þeim. Efri blúsinn, bara basinn, tengist hérna að ofanverða, svolítið ofar á samtenging og katt og ofan á og á neðri endinn eða núlið, það myndi fara inn á hina samtenginga á milli anóða og katóða í brúnni. Þannig að merkja inn á stærð þéttisins 1200 mikrofarad og stærð straumsins 410 milliampere og hvaða spennu við ætlum að fá út hérna. Þá notum við formúluna á sem er þarna neðst á fyrri blaðsíðunni á formúlublaðinu. Þannig að við byrjum á því að reikna út max og endum á því að reikna, við byrjum á í rauninni að reikna út gáruspennuna. Við byrjum alltaf á því þegar við þétti og brúaröðum. Reiknum við út gáruspennuna, síðan reiknum við út max og að lokum reiknum við út reiðspennuna sem við þurfum að setja inn á brúna til þess að fá þessi 30 volt út. Prófið þetta. Þetta voru þá niðurstöðurnar úr þessu dæmi hérna. Jafnspennan sem átti að vera við tæki var 30 volt, það var gefið. Við reiknum út gáruspennuna 2,05 volt, reiknum okkur upp í max 32,4 volt og síðan deildum við rótina 2 upp í max 32,4 deilt með rótina 2, fengum 22,9 volt að reiðspennu inn á rásina. Og á formúlblaðinu sem sagt vorum við að nota þessar, gáruspennuformúluna náttúrulega. Þessa hérna með stuðlunum 6 og 6-unum 410 milliampere deildum með 1200 mikrofarad að þéttinum og svo notum við þessa formúlu fyrir max. Max með sem voru 30 volt pluss gára sem voru 2,05 volt deilt með 2 pluss 2 díóðspennuföt sem er 1,4 volt og þá hérna vorum við með max 32,4 volt og deildum við með rótina 2. Þá snerum við bara þessari formúlu hérna til þess að reikna át virkagildi reiðspennunar sem við þurfum að setja hérna inn á afreiðsbrúna. Þetta var spurningamerkið. Ok.
við þurfum að æfa okkur á þessum svona dæmum og þannig að fyrir næsta verklega tíma þá erum við bæði með hálfbylgjuafriðin, klárum það, berum saman mæld og útreiknuð gildi á jafnspennunni og síðan skoðum við hérna hvað við erum að gera hérna í hvað við ætlum að gera hérna í kennsluáætluninni. Hérna sjáum við líka heimadæmi 2. Þetta aðeins skoða það með ykkur. Við fórum aðeins í fyrsta verklega tíman í hvernig við læsum hérna út úr þessu litakóða. Við erum með 3 liti sem að sýna okkur stærðina í ómum. Þess að fyrsti stafur einhver ákveðin litur, annar stafur ákveðin litur og þriðji er fjöldi núlla eða hérna kemur fram svona margföldunarstuðull. Það er sem sagt, ef það er svartur litur sem margföldunarstuðullin, það er bara sinnum 1, þá breytist ekki það, við erum bara með þessar 2 tölur, en það væri kannski gulur og fjólblár, þá er bara 47 ohm, en ef það er síðast liturinn væri brúnn, þá er 1,0 sem myndi bætast við, þá erum við með 470 ohm. Og svo kolli, eins og til dæmis í þessu er grænn og rauður og brúnn, þá er það grænn er 5, rauður 2, þá er það 520 ohm, af því að brúnn liturinn þá er 1,0 í viðbót. Það er fyrir aftan. Þannig lesum við út þessu. Svo er bara hérna gildi liturinn, hann er frávikið pluss mínus 5%. En við erum bara að spá í stærðina í ómum, bara viðnámi. Þannig að við, já, þið reynið við þetta heimadæmi 2 líka. Við fórum í gegnum heimadæmi 1 síðast. Nú skoðum aðeins hvað við, já, hvaða, er ekki vika 2 núna? Hvernig er það? Jú, hlýtur að vera. Vika 2. Við vorum að taka verkefni 4 og 5 í dag. Föstudaginn tökum við verkefni 6 og 7. Þannig að við erum búin að fara svolítið í efni varðandi dæmi 6, 7 og 8. Skoðum það aðeins samt. Við tókum þetta í rauninni þegar við vorum að fara yfir heimadæmi 1. Þá fórum við í gegnum þessar spurningar frá dæmi 1 til 5 allavega. Og svo hérna, þannig að við erum komin svolítið af stað í þessu. Við að finna bókina. Hún er hérna. Förum við hérna í, já, það voru dæmin hérna. Þau voru hér. Sex, 7, 8, það var þetta sem að hálfbylgjuafrisós tengt 228 ristmannagjafa. Það var að, vorum við með nákvæmlega þessi dæmi þar, eða, já, minna 9, það er það fyrsta dæmi sem að byrjaði í heimadæmi 3. En við vorum ekki búin að reikna þetta hérna í heimadæmi 1. Hvernig er það? Munið eftir því? Og senedíaðan, hún tengist yfirleitt bakspennt í rás. Og það er þessi vinstri hluti hérna af kennilínunni hérna. Hér er verið að sýna í rauninni 2 mismunandi senedíóður. Getum við hugsað okkur þetta sé 5 volta senedíóða og 10 volta
díóð hérna UZ2 sem sagt. UZ þýðir senerspenna. Senerspenna senerdíóð 2 getum við hugsað okkur verið 10 volt. Það er bara framvitað þannig að það er byrjað að leiða við ákveðna spennu. Og sú díóð sem við vorum að mæla var með 10 volta senerspennu og þannig er þetta teiknað upp. Og þið getur þá merkt hérna inn á straumásinn hérna hvaða straum þið fóruð upp í, til dæmis bara eitt tölugildið í tíðunni, já. Ó. Og hérna eru sem sagt tengimyndir þar sem við reiknum út oft. Já, til dæmis eins og hámarksstraum sem að senerdíóðin þolir bakspennt náttúrulega, bara eins og venjulega tengd og það er út frá raun, eða sem sagt út frá aflinu sem að hún er gefin upp fyrir. Getur verið 1,5 watt eða eitthvað og þá deilum við yfir senerspennunni upp í aflmerkinguna á senerdíóðinni til þess að vita hvað er hámarksstraumur sem hún þolir. Og þá veljum við sem sagt líka viðnámi hérna í tengslum við það. En við hérna getum tekið dæmi hérna senerspennu á senerdíóði sem er 8,2 volt og ef við værum með 12 volta spennugjafa þá fellur restin af spennugjafans yfir viðnámið. Ef að senerspennan er 8,2 volt þá er restin af 12 volta spennunni fyrir yfir UR sem er 3,8 volt. Og stærð viðnámsins þarf að vera ef að senerdíóðin er í afli hérna hálft watt eða 500 milliwatt að þá reiknum við hámarksstraum sem að má fara í gegnum díóðu með því að deila senerspennunni 8,2 voltum upp í aflið. Hérna, já, stækka þetta eins. Og þá fáum við að hámarksstraumurinn er 61 mA. Við megum ekki fara mikið fyrir ofan þetta því að þá eyðilegst senerdíóðan. Og þá getum við reiknað út hvað viðnámið þarf að vera stórt til þess að straumurinn fari ekki upp fyrir 61 mA. Fellur 3,8 volt yfir það, okay. Og þá stærðin á R-inu er þá 3,8 volt deilt með 61 mA deilum við með því, eða þetta væri þá hérna straumurinn í amperum, 61 sem 10 mínus 3 ampere og við fáum að stærð viðnámsins þarf að vera að minnstakosti 62 ohm. Við hafa næsta staðlaða stærð sem við getum valið er til dæmis 68 ohm og við það minnka straumurinn í 55,8 mA og þá þolir senerdíóðin örugglega þann straum og er þá ekki alltaf í hámarksstraum. Svo að þetta er aðferðin við það að verja senerdíóðinu fyrir of miklum straum og þannig að hérna, þá getur tækið í rauninni tekið líka þessi 55,8 mA. Og ef að tækið myndi taka 55,8 mA þegar við myndum tengja 68 ohma mótstöðu hérna, sem er hérna, að þá færi allir straumurinn í gegnum tækið, spennan væri 8,2 volt yfir tækið, en þá færi engin straumur í gegnum senerdíóðinu, heldur allur straumur í gegnum tækið. Senerdíóðin passa bara það að það sé rétt spenna yfir tækið sem að væri þá fyrir 8,2 volt. Þannig virkar þetta, og ef að tækið tekur minni straum, þá fer bara straumur að fara í gegnum senerdíóðinu í staðinn. Straumurinn sem að tækið notar ekki, ef það notar ekki allan þennan straum, þessi 55,8 mA, við segjum að noti bara til dæmis 50 mA straum, eða tæki er sett inn í samband, þannig að hægra megin við myndina,
tæki 50 milliampere, þá færi bara 5 milliampere rúm gegnum sennidíóðan. Restin af heildarströmmnum hérna. Ok. Nú reiknum við dæmi hérna í þessu sambandi varðandi sennidíóðana. Tökum svo ljósdíóðana á eftir. Það tekur líka. Nú skulum við bara prófa að reikna þetta dæmi hérna. Og það er ágætt fyrir ykkur kannski að teikna upp þessa rás. Teikna upp spennugjafann. Já, kannski mætti merkja 15 volt við plúsinn. Þetta er stillanlegu jafnspennugjafi. En hann gefur út í þessu tilfelli, hann er stilltur á 15 volt. Það stendur hérna í textanum. Þannig að nú skulum við teikna upp þessa mynd hérna. Þetta er myndin sem við tengdum upp í verkefninu í síðasta tíma. En við skulum æfa okkur að því að við þurfum að reikna svona dæmi á prófum. Þannig að aðferðin er þessi að átta okkur fyrst á spennunum sem eru gefnar í dæminu og átta okkur að spennugjafinn gefur háa spennu frá sér, í þessu tilfelli 15 volt. Og sennerspennan fer beint á þennan mæli til hægri og restin af spennugjafaspennunni fellur yfir raðtengda viðnámið. Það er sem sagt spennugjafarspennan mínus sennerspennan. Það er spennufallið yfir viðnámið og hámarksstraumurinn sem að straummælirinn er að sýna þá, eða ekki hámarksstraumur, þetta væri bara straumur sem að færi þá gegnum sennidíóðana og þá segjum við í þessu tilfelli að vera 6 volt deilt með 1200 ohmum sem eru þá 5 milliampere og þá sýnir straummælinn hérna 5 milliampere. Við erum búin að skoða sennidíóðana. Þá skulum við skoða næst ljósdíóðana. Það er mjög svipuð rás. Hún er hérna. Reiknum út hvað við þurfum stórt viðnám í þessari rás til þess að við fáum 10 milliampera straum. Það er hæfilegur straumur. Þegar sem sagt ljósdíóða, dæmigerð ljósdíóða, hún fellir yfir sig 2 volt og dæmigerður straumur í gegnum hana er 10 milliampere. Spennugjafarspennan er 15 volt, þá að spá í, ok, hvað verður þá spennan yfir raðtengda viðnámið? Já, það er bara 15 spennugjafarspennan mínus 2 volt yfir ljósdíóðana. Það er bara 13 volta spenna er yfir raðtengdu mótstöðuna. Nákvæmlega. Og þá þurfum við að finna út hvað þarf viðnámið að vera stórt. Þá segjum við sem sagt bara að notum upplýsingarnar úr dæminu 10 milliampere. Hvað segirðu? Já, byrjuðu. Þá segjum við að hérna er saman sem U-deilt með I, þá notum við straum upplýsingarnar hérna. UR setjum við inn hérna að spennufallið 13 deilt með 10 milliampere eða breytum við hérna í ampere, getum við gert það þannig, svo að
Hvað verður þetta þá stórt viðnám? Þá hérna deilum við sem sagt 10 milliamperum upp í spennuna sem fellur yfir viðnám, því að viðnámið eiginlega stjórnar stærð straumsins í rásinni má segja, og ef við værum með minna viðnám heldur en þetta, þá verðum við með aðeins já, kannski þær þola alveg kannski upp í 12 til svona 14 milliampera straum, það bara skærari, en svona til þess að endist dálítið þá 10 milliampera svona dæmigerður straumur í gegnum ljóstíðana. Þannig að ef við myndum setja 1300 ohma mótstöðu þá á hún að lifa dálítið lengi í þessar aðstæður. Ok, en það er ágætt kannski að taka í leiðinni aðeins hvernig ljóstíðan vinnur. Það er ákveðin efni í þessu, stundum nefnt gallium arsenid, og þegar að straumur fer í gegnum ljóstíðana þá þegar fer straumur þetta efni þá hoppa rafeindirnar niður þegar þær hoppa niður ákveðið orkuþrep þá senda þær frá sér ljóseind. Þannig verður þetta ljós til í þessum ljóstíðunum. Og við getum sjálfsagt séð einhvers staðar svona einhverja skýringamynd af því.